Jæja, Halldór, hafnarstjóri, þetta stór stund. Já, það má segja það. Þetta verkefni sem búin að taka nokkur ár í undirbúningi og nú sjáum við fyrir endan á þeirri sögu og framkvæmdasagan að fara að hefjast. Geturðu sagt okkur svona í stuttu máli, svona hvernig praktíski hluti verða, hvenær framkvæmdir byrja og hvað þetta mikið og hvenær þetta endar? Já, með þessar undirritun þá búið að samþykkja að fara í þessa framkvæmd í Helguvík sem samstarfsverkefni milli utanríkisráðuneytisins og samfélagsins hérna á Suðurnesjum með fjármögnum frá Atlantshafsbandalaginu. Næsta, það hefst útboð núna á hvað við kalla undirbúningsgögnum fyrir útboð á verklegum framkvæmdum og það mun taka nokkra mánuði. Í framhaldi af því verður farið í útboð á verklegum framkvæmdum og það má búast við að það taki 2 til 3 ár og það má segja að næstu 3 til 4 árin í vinnslu og þá sjáum við fyrir endan og nokkun hefst. Hvað þýðingu hefur þetta fyrir Reykjaneshöfn? Við horfum til þess að þegar framkvæmdin lýkur að þá muni umsjón og umsýsla á þessum viðlögukanti sem byggður verður í höfninni á hendi Reykjaneshafnar sem gerir það verkum að það má nýta hann að hluta til undir borgaraleg not sem að eykur þá afkastagetu hafnarinnar gagnvart sínum viðskiptahöfnum. En þessi viðlögukantur, hvað hann sérstaklega hugsað fyrir? Það sem grunnurinn í þessu að byggja upp aðstöðu fyrir birgðastöð skipaolíu á Íslandi. Sú aðstæða á skornum skammti í dag en sérstaklega út af því hversu mikil válindi bara í heimsmálum almennt að þá vill Atlantshafsbandalagið reyna að efla aðstöðu sína hérna á Íslandi og meðal annars með að eiga ákveðna varabirgðir en það ekki nóg að eiga varabirgðir, það þarf að hafa nokkun á þeim og þar leiðandi má búast við að þetta verði mjög hagkvæmt fyrir þjóðfélagið að hafa þessu eldsneytisbirgðastöð þarna í framtíðinni og nýta það eldsneyti sem þar En muni þetta hafa svona atvinnulega þýðingu fyrir samfélagið hérna? Já, þessi 390 metra viðlögukantur skapa náttúrulega möguleika á ýmissi skipaumferð og henni fylgir óneitanlega störf og uppbygging og hvað verður getum við aldrei sagt en vissulega tækifæri til staðar og ég hef trú að því að menn muni sjá það þegar þetta fer svona koma mynda á til. Hvað áttu við þegar þú talar svona borgaraleg not? Þá bara við það að við getum verið með almenna fraktflutninga höfnina samhliða því þó að sinna þessu hlutverki sem tengist varnarmálunum. Það hugsunin. Þannig að þetta hefur mjög svona sterk áhrif fyrir rekstur hafnarinnar. Vissulega, við erum náttúrulega með ýmislegt í píporum og við horfum til að stækka þann hluta sem norðanmegin í höfninni á næstu 3 árum 100 metra og svo þessi 390 metrar þannig að við verðum komið viðlögukanta upp á tæpa rúma 700 metra á Helguvíkursvæðinu sem að gefur mikla möguleika. Þannig að það ljóst að umferð Helguvík mun aukast í rauninni mjög mikið á næstu árum, ekki síst þegar þessum framkvæmdum lýkur. Vissulega og við erum þegar farnir að verða var við það í dag að þó ekki sé komin starfsemi á það sem að byggjast upp núna að þá hefur orðið mikil aukning á skipakomu í Helguvíkurhöfn á þessu ári og ég sé ekki annað heldur en það haldi sér og bætist við á komandi árum nokkuð bratt.